Já, komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn, þennan fyrsta föstudag 2018. Áramótin nýliðin og þeim fylgja alltaf miklar eldingar og flugeldasýningar og sumir tala að þetta sé alltaf mikil mengun og hvað sé til ráða. Ég er búin að fá hann Smára Sigurðsson, formann Landsbjargar hingað til mín. Velkomin. Deilir þú þeirri skoðun að þessu fylgi alltaf mikil mengun af flugeldunum? Já, því verður ekkert á móti mælt að það fylgir þessu mengun. Það hefur ekkert breyst og það sem kannski ekki hefur breyst að það magnið af flugeldum síðasta áratuginn eða svo. Þannig að það er ekki þannig að það hefur verið skotið upp núna meira heldur en áður því fer víðs fjarri, sko. Já, er það? Þannig að þessi mengun hefur auðvitað allatíð fylgt flugeldunum, en það sem kannski gerir þetta sérstakt núna og sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu að það var veðráttan. Það var óheppilegt logn á höfuðborgarsvæðinu þessi áramótin. Já. En það er engin ný vísindi að það fylgir þessu auðvitað mengun. Og auðvitað er það mikil óþægindi fyrir mjög marga og ekki gott fyrir náttúruna heldur. Nei, ég ger ekkert lítið úr því. Ég hef reyndar sjálfur óskaplega gaman af flugeldum og þetta angrar mig ekki. Loftið sem er af þessu brennistins eða hvað þetta nú, ég er nú engin efnafræðingur, þannig að ég þekki það nú ekki. En ég skil þetta mæta vel og þetta fer ekkert fram hjá neinum þegar að veðrið er svona óheppilegt innan gæsalappa fyrir flugelda. Já, eitt er það sem fer upp í loftið og er í öndunarfærum fólks en svo er hitt sem verður eftir á jörðinni. Þið hafa nú eitthvað verið að beita ykkur fyrir því að fólk skili því til ykkar aftur eða hvernig er það? Á Akureyri þar sem að ég hefur það nú svo sem ekki verið með formlegum hætti að björgunarsveitin sjá að safna þessu rusli. Það hefur nú bara hver séð það að koma þessu á gámastöðar og ég sá nú ekki betur en að sveitafélagið alltaf að gera svona formlega gangskur í að hreinsa til með okkur eftir áramótin. Já. En það á mörgum minni stöðum og dettur nú bara strax í huga á Hvammstanga. Já. Að þá bara farin hópferð bæinn svona á vegum björgunarsveitarinnar og rusli hreinsað, sko. Já. Það er frábært. Já, það er frábært. Það auðvitað sóðaskapur að þessu. Já. En ég ætla nú samt bara í allri þessari meðvitund fólks fyrir umhverfinu að ég held nú að fólk skilji þetta ekki eftir, sko. Nei. Ég held að svona almennt þetta þannig að fólk hreinsa til eftir sig og kemur þessu í gámastöðar. Ég held að það hafi nú stórbreyst. Já, en auðvitað er þetta gaman og yndislegt og kannski einhver spáir því að þetta verði bara flugeldasýningar í framtíðinni sem að þið sjáið og fólk borgar sig inn á bara til að skoða, heldur að það sé einhver framtíð í því? Hver veit. Það nú bara þannig með þessa flugelda að við erum búin að fjármagna þetta björgunarstarf með flugeldasölu í einhver 30-40 ár. Já. Og þetta hefur verið svona 60, og þetta er svona milli 60 og 70% af tekjum björgunarsveita koma úr flugeldum. En ég vildi að við þyrftum ekki að standa í þeim sporum að selja flugelda til að fjármagna þetta starf. Nei. Og það er nokkra ástæður fyrir því. Ein ástæðan er kannski svo að þetta er dálítið svona, með maður slettir, riski bransi að vera með í flugeldasölu. Við þurfum að panta flugeldana í byrjun árs, við pöntum það í febrúar. Ytri aðstæður frá febrúar til áramóta geta breyst og sveiflast og hafa gert það, aldeilis. Og við seljum meir en helminginn af flugeldunum á gamlársdag. Og bara veðrið á gamlársdag ræður því hvort að flugeldasala er mikil eða lítil. Þannig að á morgni gamlársdags þá erum við ekki búin að selja til þess að borga lagerinn. Nei, það er bara staðan. Þannig að stress og magapína þess björgunarsveita fólk sem heldur utan flugeldasöluna að það er alveg þangað til að búið að selja fyrir lager, þannig að við getum borgað skuldbindingar okkar. Og síðan spurning hvað við náum miklum tekjum úr þessu. Þannig að bara þessi þáttur þetta er svona, eins og ég sagði, dálítið riski. Svo þetta þessi hin umræða varðandi mengunarmál og slysahættu og allt það, sko. Þannig að ég vildi og við erum búin að vera öll þessi ár að finna og reyna að finna og höfum fundið fjáraflanir en ekki til að brúa þetta bil sem komið er. En svo snýst þetta kannski ekki bara okkur. Þetta auðvitað svona ákveðin kúltúr í þjóðinni að allar þessar sprengingar. Og það er ekkert launungarmál að Reykjavík er búin að vera ein af 3 borgum sem uppseld áramót síðustu 10 ár.
og það fyrst og fremst út af flugvöldunum í Reykjavík sem að Reykjavík hefur verið uppselt áramót. Gleymum því ekki. Þannig að það þetta margir þættir og ég held að við þurfum að taka þessa umræðu svona af yfirvegun núna þegar ríkið sest og stökku ekki á kannski einhvern vagn upprópunna, sko, það leysir ekkert, sko. Ég held að við þurfum að taka þetta í svona víðara samhengi. 13. verður haldið upp á hann helgina, væntanlega, eða jafnvel bara strax í kvöld hjá sumum. Þið eruð ekki búin með lagerinn ykkar, þannig að það hægt að fara og kaupa meira. Það svona flestar björgunarsveitir hafa verið að svona aðeins að bæta í söluna ef það hefur verið eitthvað eftir og það nóg til, því að við seldum hér á Akureyri minna heldur en áður. En gekk bara vel samt, taka það fram og ánægð með stuðningin, en það svona, hefur heldur aukist að fólk kaupir svona smottir fyrir 13. og þá eiga menn svona svolítið himinn fyrir sig eða þeir kaupa eina rakettu eða eina tertu. Já. Þannig að svona, þú fær meira rými. Já, sviði verður. Já, sviði verður þitt, sko. Já, það ekki amalegt. Þannig að eigum ekki bara að hvetja fólk til þess að skjóta vel upp í annað kvöld. Já, það opið í flestum í dag, seinnipartinn dag og fram eftir degi á morgun og svona þetta nú allt miklu hófstilltara í kringum 13. en það allt til, já. Já, og það hægt, þetta fallegt og veðurspáin bara ágætt víðs, held ég. Þannig að, en svo kannski það sem skiptir mestu máli að fólk taki til eftir sig. Já, auðvitað og svo náttúrulega þetta sem að kannski oft hefur verið bent á að áfengi og flugeldar eiga auðvitað ekki saman og ef menn fara eftir leiðbeiningunum að þá svona yfirleitt gengur þetta vel, en ef að það koma einhverju ágallar í vörur, það einhverja vörugallar, þá viljum við gjarnan fá að vita af því, vegna þess að þetta okkur hjartansmál og við látum framleiða þessar vörur fyrir okkur. Þannig að við erum til dæmis núna bara í næstu viku að senda okkar fulltrúa til Kína til þess að ræða við birgjan okkar og framleiðandann og fara í gegnum það sem aflaga hefur farið eða þarf að bæta. Já. Þannig að við tökum þetta mjög alvarlega ef einhver vörulína með einhverjum ágalla eða einhver meiri slysahætta heldur en ætti að vera, sko. Já, þannig að fólk á bara að láta vita strax. Já, endilega. Já, fara varlega, hafa gleraugun og börnin einhverstaðar víðsfjarri. Enda hefur flugvallarslysum snarfækkað en eitt slys eitt og mikið. Já, það bara þannig. Höfum þetta lokaorðin Smári Sigurðsson, formaður Landsbjargar. Þakka kærlega fyrir að koma og við höldum áfram hér eftir stutta stund.